Barbie, hann á afmæli í dag. Í dag, hann 60 hann Björgvin, hann 60 í dag. Allt í ég sagði, hvað ekki sem búið að kveikja ljós? Og næstu fór skemmið og sagði, hvað Felix? Nei, hann sagði Sigrún heim í sjónvarpinu og líka Sigrún teppar og sjónvarpinu og allt þörf, hún farið eitthvað. Þú ekki náttúrulega allt saman. Það fílíkar, hann bjóst þessu fyrirtæki. Við erum með kennitölu sem byrjar á 66 07 90 og það þýðir það að við höfum ekki skipt kennitölu síðan 90. Við höfum aldrei farið á hausinn. En við erum nú ekki mjög stöndugir eins og húsakynni gefa til kynna. En þau eru ansi falleg á mynd. Hvar er myndin? Já, þú fyrir. Akkur ekki með myndina hérna braggan hérna upp á vegg. Hún bara komin að annað. Þú ert ægilega mikið fleiri klukkutími þennan bragga, í þessum bragga þetta er nokkuð tíma heima. Hérna er braggi. Já. Það er þetta hérna 50 eða eitthvað. Björgvin, hann ákvað það hérna af mér forspurðum að láta Stefán Jónsson mála 2 svona myndir. En reyndar þær ekki alveg eins. Þið sjáuð allt draslið sem hérna, timburdraslið, svona. Hann vildi endilega fá myndina sem Sýna hinum líka. Draslið var á og ég fékk sams konar mynd nema það var mjög svo hreint hérna fyrir snirtilega. Hvað er það raunveruleika? Patrín, það klokka karakterinn í listamaður nú. Stefán. Það gleyti skýni fyrir þetta fólksfúsa starf sem þú ert búinn að ljá þessu fyrirtæki. Þá langaði okkur til þess að færa þér þessa mynd hérna. Ykkur Björgvin? Okkur Björgvin. Ég og þér. Það er alltaf skláð. Hver er listamaður? Rakel heitir hún. Þetta er ekki Bröngin. Já, reyndar valdir þú þessa mynd sjálfur, það skiptir ekki. En við gáum þér á það. Það er okkur með takka hér með. Og bara hjartanlega til hamingju með 60 samanleik. Það er ekki að skala fyrir Skál! Skál! það er ábyrðið reyndin. Afmælisbarnið lengi lífi. Húrra! 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 Skál og þakka ykkur kærlega fyrir þessar áttökur. Kom mér gjörsamlega í opna skjöldu því ég hafði ekki grænan grun eitt eða neitt. Og ég var svolítið hissa á því þegar ég frétti að hérna jafnvel mamma vissi það. Og hvað er það? Ég hafði mestar ástæðuna þegar mamma var að hitta Óskar til hamingju með daginn og ég fer ekki nála til að grípa sig. Hún myndi segja, já, Matti, mér svo hitti ég það. Þetta var leyndarmál. Ég er að kveikja á perinu núna, sko. Ég sagði í dag við Rebekku að við fáum okkur eitthvað að borða í flugvélni, það verður ekkert mál. Ég vil. Svo klukkan 1 sagði hún, nei, fáðu þér núna hamborgar og franska. Það er ekki á óskalistanu hjá henni eða mér, sko. Fáðu þér bara hamborgar og franska í flugstöðinni. Við fáum ekkert í vélinni.
Og líka sambandi við talið senkuna, hvort að ég myndi senka Þvílíkar áhyggjur. áhyggjur. Við aldrei verið á mörkunum. Ég var alltaf að hringja til klakar, ég er inn á tíma. Þannig að hún hefur kjaftað af sér sem sagt. Nei, hann fattaði ekki neitt. Jú, hann var farin að Nei, hann grunaði ekki neitt. Saman núna. Alls aldrei, alls ekki neitt. Ekki nokkuð það. Nú ertu farin að leggja saman tótt. Nú var ég að leggja saman 2 og 12. En Guðmundur, nú segir það sko, nú málverkið aðeins svolítið starra heldur en síðast. Það fyrirtækja sem hafum fyrirtækin sem reyna að vækka og setja á. Í réttu hlutfallegu Já, sko, þetta er svona vel á. Skál fyrir því. Og enn áttu þakka ykkur fyrir. Síðan þegar Ragnar Örn fór að breyta sjúkrahústímunum hann í gær í síman, já, þá hugsaði ég, nú hlýtur hann að fatta því að Ragnar sagði, það er út af þessu helvitis vesinn á þessum flugvélum hann að fúrtúra, hann var ekkert að fara með fúrtúra og ég get ekkert koma á spítalan í kvöld og frestaði því bara. Fattar ekkert eins það. Nei. Það er ekki allir sjúklingar sem neita á spítalan. Pabbi, fannst þér ekkert hringja óvenju oft? Nei. Ég er náttúrulega vön að hringja mjög oft. Það er þetta ekki Ég var óeðlilegt. alveg að pæla í þessi símareikningu. Það var ekkert óeðlilegt að barni var að fæðast og allir vildu hringja og hvað er þetta? Aldrei lítur að borga símreikningin. Já. Ég sendi þetta 2 SMS í sem þetta kunni ekki svara. Jú, nei, við fengum þau bæri, sko. En það? Já, Ég fæ aldrei svara. Ég gerði það líka. Nei, við kunnum ekkert að Og hún er alltaf aldrei við síma, ég ekki Nei, hann er ónýttur upp í skáp. Nú, já. Hann er með síma, við bara hringja hann. Ég hef oft heyrt svona óvæntar Upp á komur, já. Já, upp á komur en allir lenti í sjálfur og grunaði ekki að ég myndi. Nei, pabbi, ég og Halldór, við vorum nefnilega, ég hringi Halldór og segi, heyrðu, eigum við að gera svona óvænt fyrir pappa? Þá segir Halldór, Sigrún, ég var einmitt að hugsa þetta. Ég ætla einmitt að fara að tala um þetta við þig og við hlóðum svo mikið að þessu af því þetta er svo innilega ekki líkt þér, skilur við. Að vera með eitthvað svona óvænt og eitthvað rugg, sko. Það var ekki fyrir mig heldur. Þessum er farið með sömu kennitöluna, sko. Þetta er ekki líkt mér heldur. Hann var illa hjá mér. Já, ég elskar. Ég langaði til að segja örfá orð til tengdasonar míns. Standa hana? Já, áður en fleiri hluti ræður því þá myndi ég missa kjarkið kannski. En ég er nú elstur hérna í vislunni held ég. Ég er alltaf elstur hvar sem ég er. Ertu ekki viss? Og hef ákveðna reynslu, en þið hafið nú líka reynslu kannski og ég. Það var stór stund og erfið hjá okkur hjónunum þegar börnum fóru til Reykjavíkur í skóla og urðum 2 ein í kotinu. En við gátum hugga okkur við það að þau voru allar sama stað og við gátum heimsótt þau helgar allavega. Svo kom önnur stund sem var allir erfiðari að við komumst að því að það voru strákar komin í spilið og þá var það Hallgrímur vinur mig fyrst og okkur þótti þetta rosalegt vandamál, hvernig við ættum að geta list þetta. Hann var að koma og skjótast og við sáum hann svona bara rétt í svið og svo kynntist við honum aðeins. Steinunn var í háskóla, hann var búinn að ljúka því þetta heima sem hann gat og var að fara til útlanda til að læra meira, fá full réttindi. Og við vissum þetta og ég hef sagt við mér alveg að nú erum við að missa eina dóttir og bara til útlanda. Svo kynntist við honum smávegis. Það var boðið til giftingarveislu. Þá komst upp með kauð að hann kunni ekki að dansa brúðarvalsi. Svo ég lenti í því að kenna honum hann og hann var skrattarastyrður til að byrja með. En það tókst og hann gat ekki rétt spor að ég held. En svo komið, þetta er svo skrattur Suðurlæknum.
hann stakk af með dótturinn til Svíþjóðar. Já. Nú, það kom nú vel út seinna, við hjónin heimsóttum við og kynntustu vel og þetta var besti maður, indælismadur og það enn drengur góður. Svo kom vandamálið við Rebekku, ég hef ekki hugmynd og hún væri mitt að slá sér upp í vexti, einhvern tíma á gauri við mig og þá það Keflvíkingur og ég sem það nú betra að hafa þetta í Keflavíkur, sagði ég. Og skála og svo kynntist við nú tengdapabbi og tengdasonur Geta á sínu tíma og mér leist nú bara mjög vel á byrjun sko og hann hefur reynst mjög indæll, mjög góður við mig allavega. Sigrún vil endist of stuttan tíma eða kynnast ykkur vel. En þetta er lífið. Svo kom að því að ég viss að ég átti að eignast tengdadóttur og ég sagði, djöfull, fyrir gefið blóti í mig. Eignast tengdadóttur, það verður erfitt. Hún verður sennilega snarvill og svo vill stjórnöldu, hugsaði ég. Og ráðum ekkert í það. En svo var vindið svo að þetta var líka indælis stúlka og indælis kona. Og ég á 2 dætur og son og 2 tengdasyni og tengdadóttir og ég hef aldrei upplifað meiri kærleika og elskulegheit á minni ævi nema frá konunni náttúrulega sem það er svona öðruvísi en ég segi bara ég var heppinn með mín börn þau voru kannski skynsöm og kunna velja sér maka en hvað með það hefur verið mín gæfa á efri árum. Því ég er eins og litla barni hjá öllum. Það er leikið með mig á alla vegu. Ég er náttúrulega helviti vanþakklátur, kannski kjaftfor á köflum, veit það ekki. En ég reyni mitt besta og þá myndi ég nú segja tengdasonur minn á dálítið erfiða konu því hún skammar pappa sín alveg eins og ég veit ekki hvað, svo bætir hann upp með blíð og elskulegheitum og ég vildi... Eitthvað skammaði, við erum bara að ræða máli. Já, við ræðum máli. Þetta var ég. En hvað er það? Hún ræðir máli. Hún ræðir máli við mig, já. Ég gæti nú ekki hugsað mér betri dætur og Hann er eins og barnið mitt líka. betri tengdadóttir líka sko. Já, það er eina sem ég kann ekki við hjá Rebekku. Hún vill stundur skiptum blei á mér. Tekur mér svo unga bara. Ég neit og segi ég er ekkert farin að pissi með það. En svona er þetta að hræðsla við lífið er kannski stundum bara hugarórar og vitleysa. Allavega hef ég þá reynslu að það er mjög indælt að eiga tengdadóttir og 2 tengdasyni. Og ég ætla nú ekki að teygja lopan meira. Ég hef notið mjög mikilla vinsælda hérna á þessu heimili og ég þakka fyrir það og ég óska bara afmælisbarninu til hamingju með daginn og hann er alltaf að reyna við mig að verði jafngamall mér, en það tekst ekki. Og svo verðum við bara að sjá hvað framtíðin býr í skauti sinni. Ég endurtek þakklæti til barnanna og tengdabarna. Skál fyrir ykkur. Skál fyrir ykkur. Skál. Þakka fyrir þetta.